Á árinu 2024 var mikill viðsnúningur í rekstri bankans. Hagnaður bankans tvöfaldast á milli ára og arðsemi efnislegs eiginfjár 18,8% sem nærri 20% markmiði. Rekstrartekjur aukast á milli ára, sérstaklega vaxtatekjur og fjárfestingatekjur, en einnig náðist mikill árangur á kostnaðarhliðinni og kostnaður lækkar á milli ára. Fjármögnun bankans gríðarlega sterk. Heilt yfir var afkoma ársins góð og við teljum að hún verði það áfram. Ytra umhverfi, til dæmis varðar hagvöxt og vaxtastig, við teljum að það verði okkur hagfellt á árinu 2025. Já, almennt var maður bara mjög ánægður með árið og þennan mikla viðsnúning sem varði í rekstrinum og sem að rekja má til eiginlega allra sviða og félaga bankans. Það gekk vel á nær öllum vígstöðum, það gekk vel að skapa tekjur en ekki síður kannski að halda kostnaðarhækkunum í skefjum og við erum að minnka kostnað milli ára sem að ég held að fæst félög að gera. Svo var mjög gaman að sjá þennan mikla viðsnúning sem var á starfseminni í Bretlandi. Þar gekk gríðarlega vel á síðasta ári. Já, svo þetta salan á TM, þó hún sé ekki alveg gengin í gegn, var framkvæmd að mestu leyti á síðasta ári og ég held að við séum mjög ánægð með niðurstöðuna þar eins og hún horfir við okkur núna og ég held að þetta gerir okkur náttúrulega kleift að einbeita okkur fullkomlega að banka og eignastýringarrekstri í kjölfarið og ég held að það sé vegferð sem verið mjög skemmtileg hjá okkur. Já, síðustu útboð okkar erlendis að þau hafa verið mjög vel heppnuð og við erum farin að sjá eftir langa bið að sjá að kjör okkar og íslensku bankana eru farin að lækka talsvert á erlendri grundu og við fórum í mjög gott útboð á síðasta ári og síðan eiginlega ennþá betur heppnað útboð núna í ársbyrjun og þetta hefur mikil áhrif á okkar fjármagnskostnað og á að verða til þess að vaxtamunur muni aukast á næstunni. Ég held að horfum bara mjög björtum augum á árið 2025. Söfnuðum í sérstakan framtakssjóð sem er að fjárfesta í Bretlandi sem var að lokast núna í janúar. Við erum að gera ráð fyrir að byrja að bjóða upp á íbúðalán á öðrum ársfjórðungi og við ætlum að gera það undir vörumerkjum Auðar. Auður hefur verið eitt okkar allra sterkasta vörumerki og gengi gríðarlega vel. Það voru svona ýmis tímamót hjá Auði á síðasta ári. Við fórum yfir 50.000 viðskiptavini og fórum yfir 100 milljarða í innlánum. Okkur sýnir sem að markaðsaðstæður á þessu ári verði með ágætum. Allavega árið fer gríðarlega af stað. Við sjáum að verðbólga að lækka, vextir að lækka, hlutabréfamarkaðurinn hefur tekið aðeins við sér og ég held að Kvika verði í mjög góðri stöðu til þess að nýta sér þetta hagstæða ytra umhverfi ef það raungerist. Bæði komum við vel með sterka starfsemi inn í árið og svo erum við að vonast til þess að salan á TM klárist á næstu vikum og það eykur auðvitað mjög fjárhagslegan styrkleika bankans sem við vonumst til þess að nýta vel á árinu.